Góðan daginn, ég heiti Elisabeth Ég heiti Bryndís. og þú ert að hlusta á þáttinn Rútínu margbreytileikans. Og með okkur í dag er Katrín. Við ætlum að ræða reynslu hennar af lífinu og hvernig hennar daglega rútína lítur út. Ertu sæl? Velkomin sæl. Velkomin til okkar og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur. Ætli kannski byrja á því að kynna þig aðeins. Já, ég heiti Katrín, er 41 árs úr Keflavík, býr reyndar í Garðinum í dag. Ég er 5 barna móðir, heimavinnandi, starfa sem félagsforingi hjá Heiðabúðum í sjálfboðaliða starfi, skátafélaginu. Á hvaða aldurspili eru börnin? Ég er með 2 sem eru 17 ára, stjúpsískinni, 2 12 ára og 1 7 ára. Tókstu því svona hálfum? Nei. Já. Hérna, viltu kannski byrja að kynna þið bara svona af hverju þú ert fengin inn í þetta? Já, Elisabeth hafði samband við mig, starfa með mér í skátunum. Ég er með Crohn's og alls konar sjálfsögðunum sjúkdóma. Greindist 15 ára með Crohn's. Þá var ég eina barnið á Íslandi sem hafi greinst með hennar sjúkdóm. Hvað er þá almennt að það greinist bara á fullorðinsaldri Crohn's? Það var talið á þeim tíma, þetta var á síðustu öld, Já. að það væri aðalega fullorðið fólk sem fengið þennan sjúkdóm. Já. Í dag er það ekki þannig. Nei. Og getur þú rakið einkenni alveg til barnæsku eða þú veist, eða byrja þetta bara allt í einu eða svona, kannski útskýra hvað Crohn's er, eða fólk sem er að hlusta það ekki til. Já, ég getur alveg rakið þetta til allan á 12 ára aldurs. Já. Crohn's er bólgusjúkdómur í öllu meltingakerfinu. Hjá mér er þetta bólgur í ristlinum, aðalega. Það eru einkenni sem eru eins og liðagigt líka í þessu. Já. Og alls konar bara bólgur hér og þar í líkamannum. Þetta er krónísku sjúkdómur sem er, bólgur, blæðingar úr ristli, niðurgangur. Ekkert eitthvað sem maður talar dagstaglega. Nei, akkurat. Allt þetta skemmtilega. Allt þetta skemmtilega. Þannig ég er með svona skáreynslu af Crohn's. Pabbi minn er með Crohn's. Ég reynda vissi ekki að því að það væri Crohn's fyrir mig. Ætli það hafi ekki verið þú sem að nefndi það við mig. Þú veist alveg bara, ég er með Crohn's alveg eins og pabbi. En er það sem að pabbi er með? Þetta er ekki drætt, sko. Þetta er eitthvað tengt pabbum af því að, þú veist, pabbi minn er hárlaus. Ég var 30 eitthvað þegar ég fekk að vita að þetta héti eitthvað. Já, það var að því að vinkona mín læt mig vita, hún hafi verið að greinast með alopecia og allt hárið þegar fara af. Ég já, svona eins og hjá pappa. Og hún já, pappið henni með alopecia. Ég það? Útskýringin sem ég hafði fengið bara frá því ég var krakki, þá var bara þú veist að hvítu blóðkvörnin ráðast á hársekkina og svæfa þá. Það er bara svona mín útskýring sem ég var alltaf fengið, en ég vissi ekki hvað það hét. Já. Nákvæmlega. Nei, það var alltaf bara þegar ég er allast upp að það bara ef að pabbi þurft á klósiti, það var bara farð þú út eða haldum nefið. Já. Það var bara... Og ef þú sest á klósturnu þá ætti þú bara að gera það upp með þau og drullaðir út á klósturnu. Og það er bara fullkomlega eðlilegt fyrir mér, þú veist, svona þannig, sko. Já. Þannig að ég fikk ekkert að vita að það væri með eitthvað nafn, sko, eða það væri eitthvað sérstætt, það væri bara pabbi, sko. Mér fannst furðulegt sem krakki að ég var að spyrja krakka að hverju pabbi þinn með hár. Pappar er ekki með hár. Pappar er ekki það með hár. Ok, gefið þá var pabbi einn af frænku minna, hann var svona semi-sköllóttur. Hann var líka alveg í eldri kantinum. Mér finnst þetta bara sjálfsæðasti hlutur í heimi. Pappar sköllóttir. Það er samt líka, þú veist þetta, að ef maður elst upp við eitthvað, þú veist, þá telst það ekkert skrítið. Nákvæmlega. Sem er náttúrulega bara að sýnja það, þú veist, að ef að sýnileikin er til staðar frá byrjun, að þá ætti það ekkert að vera vesen. Nei. Seinna í tíðinni, þú veist. Þannig að ef að maður getur gert sýnileikan, þú veist, eða þú veist, ýmsa svona mismunandi rútínur og mismunandi hluti í lífi fólks sýnilegra fyrir mannfólki, þú veist, þá verður kannski meira svigrúm í samfélaginu fyrir fjölbreytileikan sem er
svona helsti tilgangur þessa podcast hjá okkur, sko, að gera þetta. Það er ekkert það mörg ár síðan að ég vissi þetta, að ég heyrði þetta orð Crohn's. Nei. Reglulega gleymi ég hvað það stendur fyrir, en það er ekkert það mörg ár síðan að ég vissi af þessu. Já. Sýnileikinn. Nákvæmlega. En ég held selt miklu meira í umræðin í dag, heldur hún að var. Já, hvað minn góður. Mm Ég man bara, þú veist, að vera í 10. bekk og greinast með það. Já. Það komu sögur að ég væri með anorexia því ég gæti ekki borðað, því ef ég borðaði þá fekk ég illt í magann. Já. Það voru alls konar vangaveltur af hverju ég hljóp út í tímum í skólanum til að komast á klósett. Alls konar sögur að ég væri anorexia, ég var átti líka að vera í dópinu. Já. Að ég grætti svo rosalega mikið á þessu tímabili. Já. Hún leit bara út fyrir að vera veik, ég var veik. Já. Og það var engin þekking. Nei. Og það var ekki eins og gast sagt alveg bara frá, eða þú veist. Ég gæti ekki sagt fólki að fara á Google og google þetta. Nei. Interneti var nýfætt, það var tiltölulega nýfætt. Já, Google var ekki til. Nei, en hérna, hvernig myndið þú lýsa svona típískri daglegri rútínu þegar þú ert góð versus þegar þú færi svona köst? Þegar ég er góð, þá er það bara Daglegt líf, daglegt líf, Já. venjulegt. Kannski aðeins orku minni, að því maður er að vinna upp orkuna eftir Já. að sjúkdómurinn er í köstum. Mhm. Ég þarf alltaf að passa mig hvað ég borða. Já. Ég borða aldrei sterkan mat. Nei, eru þá ákveðinu svona fæðitegundir sem að geta íft upp? Já. Já. Og eins mjólkur vörur. Ég finn það ef ég fæ mér skýr eða abimjólk eða eitthvað svoleiðis. Þá, gríska jógurt. Þá er það klósettum mjög fljótlega. Já. En þó svo að sjúkdóminu sé í hléi, Já. þá er það samt klósettverð. Já. Svínakjött er alveg off hjá mér. Mhm. Það fer bara í liðina og í meldinguna og allt. Já. En þegar ég er veik, þá fer ég ekkert langt frá klósetti. Nei. Og ég fer ekkert nema að vita hvar þá næsta klósett er. Já. Því að það getur komið bara 1, 2 og 10 og ég þarf á klósetti. Og þá er bara eins gott að það sé klósett eitthvað svona nálægt og það sé ekki upptekið. Já. Þannig að þetta, það kemur mjög snögt. Já. Þannig að þú veist, á verstu dögunum þá er bara Þá er maður bara heim. Já. Hagraðir sínum tíma eftir því. Já. Hef heyrt sko aðeins í umræðinu svona þú veist hvort að það ætti að taka upp þú veist svona klósett passa. Það er dæmi. til. Þannig að þú veist maður getur farið þú veist ef maður er á stað sem er ekki með klósett fyrir almenning að maður getur farið að nota Það er til, starfsmannaklósett. ég er með svo leiðis. Og er alveg þú veist hlustað á eða þú veist hefur þú þurft að nýta það? Já, ég Þú hef veist, þurft að og- nýta það einu sinni. Og þú veist, og er vel tekið í það eða er, þú veist, myndið þau, já. Ég þurfti að öskra á manneskjuna sem ég rétti kortið því hún ætlaði ekki að skoða kortið. Já. En leið og ég fekk manneskjuna til að kíkja á kortið, þá var bara, herðu, klósettið þannig. Já. Það var, Ég er ekki endilega, ég segi oftast að ég sé örgulega með IBS frekar. Það getur Tengist veðurgigtinni? Já, það getur komið mjög skyndilega. Og þegar maður fer í búðir, ég er ekki með neitt kortið en eins og maður fer í búðir og maður er alveg, er þið með eitthvað klósett? Og hann bara, nei þið miður er ekki með neitt klósett. Ég veit úr þetta 12 tíma vöktum, er þetta að segja maður að segja ekkert klósett. Ég er með, þá segi ég bara, þú veist, ég er með svona bráð tilfelli. Ég er ekki bara svona því að það henda mér, ég þarf að pissa núna eða eitthvað. Þá er ofta alveg, já, ok, hérna, komdu. Já. En þú veist bara, maður er ofta alveg, ég veit að það er 12 tíma vaktir hérna. Þið þurfum að komast á klósettið, það er klósettið hérna. Já. En þessi kort, þetta er rosalega góð hugmyndafræði. Það er bara að kynna þetta mikið betur. Já. Væri kannski sniðugt eins og hérna stómafélagið hefur verið gert 2 ár núna, þú veist, það var, þú veist, ég man eftir því sem krakki, það var kringum aldamótin,
fyrst að það voru svona auglýsingaskilti í sundum og eitthvað þannig, hvað er stómapóki og ýmislegt þannig, Já, þú já. út af fordómum sem fólk var með stóma var að lenda í sundi og það er annað átak núna, sem sagt, hjá stómafélaginu, að já, þannig að ef að það væri gert svona átak til þess að kynna hvað þetta er, eða því stannig, þá verður það kannski Algjörlega. Sýnileikinn, þá er Algjörlega. fólkið opnara, það veit hvað það er. Það er fyrst núna sem ég tek eftir eða mér finnst eins og sólblóma hálsbandið eða merkið Já. fyrir einhverfu eða Ósýnilega sjúkdóma. ég tengi þetta bara við einhverfuna en já, það er fyrst núna sem ég sé að þetta er orðið almennt samt Já. ekki, það er almennt innan gæsalappa. Það er ekki Já. alveg allir en þetta er orðið svona, Það Þekktar er orðið allavega. þekktara. það þyrfti að gera svipað fyrir þessi kort. Já, það þurfti að gera það. Því maður vill náttúrulega ekki vera með gangandi hérna hálsband, sólblómabandi náttúrulega er þannig, en maður vill náttúrulega, ég get ekki ímyndið mér að þú vilji vera með ég er með Króns hálsband framan með allan daginn. Auglýsingaflagg þú veist. Nei. Nei, en þú veist, en ef það væri, þú veist, fleiri vissu af þessu, þú veist, að það væri, Bara svona eins og fatlaða kortið fyrir bílastæðin. já, blá Já. með, já. Ef að þetta væri eins þekkt að það, þú veist, þú gengur ekki með þannig með það á þér. Hann er bara í bílnum og það vita allir hvað þetta er. Og fólk nú er samt alveg duglegt að rífast yfir því alveg bara, ég er ekkert sammála þú að ég er að vera með þetta. Já, Ég- En sem maður sagt, ég er stígur og með- hress út úr bílnum. Ég er með bláan með það, sko. Þannig að, ég og dóttir mín er með bláðan með það og hún er ekkert alltaf í hjólastól, en þegar það er hálka úti þá verður barnið að vera með hann á miða því að hún flýgur á hausinn í hálku. já, og svo er það ekkert endilega bara, þú veist, það getur verið jafnvægisvisi en það getur verið, þú veist, eins og ég, já, þú veist, ef ég er eitthvað staðar, ég get átt von á því að þetta úr lið, hvaða lið sem er, hvenær sem er, og þá er best að það sé ekkert langt fyrir mig að komast í bíl til þess að komast heim. Ég meni, ég hef verið með þér í Costco fyrir þess að þú varst ótrúlega hress þegar við löpum inn í Costco og ég þurfti næstu að draga það út í bíl. Já. Þannig að hefði þurft 2 kerrur, eina fyrir þig. En þú greinilega skipulegur tíma þinn eftir dagsformi, Já. eftir stanni. Þannig að það er kannski fínt að tengja bara inn í hugtaka Hugtakið okkar. tíman hjá okkur. Hefur þú heyrt orðið kryptími eða á ensku kryptime? Hefur heyrt þetta hugtaki? Nei, Nei. Geturðu látið þetta í hug hvað það stendur fyrir? Svona, eða þú að útskýra fyrir þér? nú er ég alveg lost. Já, Við gerum okkur grein fyrir að þú veist, í þess að gamla daga, þú veist, þá var kryp notað á neikvæðan þátt. Já, En það verður það notað þarna á jákvæðan hátt. já, þú veist, það er sem sagt að samfélagi hjá, þú veist, fatlaðara samfélagið, sérstaklega í Bandaríkjunum, það kemur þaðan, hefur tekið orðið, þú veist, kripling, something, eitthvað, þú veist, eitthvað þannig, þú veist, þessi ljótu orð, eða þú veist þannig, og tekið þau og búið til sitt eigið og kallað sér sjálft krip, eða þú veist, kripsamfélag og eitthvað þannig. Og í staðin fyrir íslenska það, þá hefur það bara verið tekið sem krip, þú veist, inn í stað, og bara skrifa þá með K í staðin fyrir C, eða þannig. Og Kryptime er sem sagt, það er að við vinnum á okkar tíma, ekki sólarhringstímanum. Já. skipumleggjum sem sagt Þú okkar, ert í raunur að gera, þú ert í raunur með þeim kryptíma, já. en bara vissir ekki að Nei, það var alveg ekki eins hvað og það hét, við vissum ekkert hvað þessi kryptími var, þú veist, og við ekki komum hugmynd. með hugmyndum á þessu podcastu og hvernig við viljum gera þetta og eitthvað framkvæmum það, tölum við leipinandi okkur og hún er bara, stelpur, hafið þið heyrt hugtaki kryptími? Ég er bara, nei, en það bara akkurat sýnir það sem að við viljum tala um, þannig að alveg bara, þannig að já, en kryptími er sem sagt að þú aðlagar þínu lífi eftir þinni getu eftir dagsformi, eða þeist þannig. Og líka bara þetta eins og að, þú veist, já, ég ætla að þarf að fara út í búð, áður en ég fer út í búð og þá þarf ég að passa mig að ég er ekki að gera mikið, þú veist, áður og ég þarf að passa mig þegar ég kem heim að vera með tíma til þess að jafna mig, eða þú veist þannig. Eða ef það er einhver skemmtun, þú veist, vinkonhýtingur eða eitthvað þannig að, þú veist, að vera með buffertíma bæði fyrir og eftir og eitthvað þannig, sem sagt, að vera ekki að fara eftir tímalínu samfélagsins, heldur búið til þína einn tímalínu. Já, Þannig að, það
það er eitthvað sem ég hef gert á með þetta greinilega Mhm. frá ég var unglingur. Já, Já. en það náttúrulega er bara, ég held að flestir sem eru með langvinna sjúkdóma eða föllun eða eitthvað þannig gera þetta náttúrulega bara út af því að þú náttúrulega annað virkar ekki. Nei, maður lendur bara á vegg að maður reynir að Já, fara eftir klukkunni. já. Já, þannig að já, við erum búin að ræða þess af hverju það er mikilvægt að þetta sé í umræðinni og svona. Að ef það koma Ég gleymi því aldrei þegar ég var krakki Mhm. eða unglingur, ég var í grunnskóla en þá. Það var á þeim tíma þegar ég var að greinast með þetta. Mhm, Þá fór ég á klósettið mhm. og ég hata að fara á almenningsklósett og þurfa að gera númer 2. Já, Já, já. Það sko, ég gleymi svo aldrei. Það stóð eldri stelpa fyrir utan klósettið mhm. og uppnefndi mig skítalabbi þegar ég kom út á klósettinu. Þetta er svo, Mér langar að segja að fólk er fíblend, krakkar eru miskunnlausir. já, Samt á ég alveg 3, sko. Já, 5. Ég trúi þeim alveg að það gæti alveg sagt þetta, en ég vil samt ekki trúa því að þau geri það. ekki þetta er svo mikið notað þetta orð á mínu heimili og það fer í mína fínustu sko. Já, Nei, bara eitthvað svona uppnefni. Ég Já. er alveg, Mhm, ég verð alveg fyrir Mhm. mínar. eftir þetta atvik þá skannaði ég allstar hvert ég fór þar sem voru einstaklingsklósett. Já. Ég fer aldrei á svona básaklósett ef að Nei, ég er í veikindalóti. nei. Nei, en það líka ég er enda alveg bara mjög fegin að virðist vera að minnka þessir básar og sérstaklega þessir opnu básar. Og núna ef það eru básar þá er það samt almennilega lokað finnst mér, þú veist, í Já. nýbyggingum og eitthvað þannig. Já, Þú veist, þó svo að vaskarnir séu frammi, þú veist, og klósetin þá er, þú veist, þá er þetta ekki bara þá er svona þetta lítil lokaðra, skilrúm. sko. Já. Já, ekki Já. bara, þú veist, Sentimeters spýtur veggur. sem er 10, þú veist, já, sem maður getur, ég verandi hávaksin, þurft aðeins bara að standa á tánum til þess að horfa yfir. Nákvæmlega. Þannig að það er komið aðeins meira svona, þú veist, hugsun út í þetta, undir því að náttúrulega langflestir vilja bara næði. Já, Það er svona, Ég allir vita ég- það, allir nota klósitið, en Ég það hef sjaldan átti eins miklu vandræði með að fara á almenningsklósett. Það er einmitt eins og í Ameríku. Það sem að það liggur við bara eina sem er hulið, það er akkurat það sem þú situr á klósettsetunni. fínt fyrir Katrínu vita það, hún er að fara til Bandaríkina núna eftir bara 1,5. 1,5 viku. Þá er ég að fara að kortleggja okkur klósettinir. Úps, sorry. Það vonandi eru orðin aðeins skári núna. Það eru komið nokkur á sem ég var, en ég var alveg bara, er þetta bara málið? Já, Eða ég finn þá bara alltaf fallaða klósetti. Já, já. já, bara fínt að nýta þau, sko. Já. Ég nota þau akkurat mjög mikið, það er bara þægilegra, sko. Þó svo ég sé ekki slæma þá var reyni að fara þangað fyrir ykkar, sko. Þannig að það er bara mjög mikil mýta það að þú veist að það er bannað að nota fallara klósettið. Þú veist að ef að föllum manneski má aldrei bíða í smástund eftir klósettinu. Já. Það er náttúrulega ekki, sko. Nei, Og þú veist, og samfélagi sjálft segir það, þú veist að það er ekki, sko. Þú veist, að geti notað þetta, þú veist, ég myndi náttúrulega alltaf ef það er löng biðröð eftir fallara klósettinu, myndi ég alltaf hleypa einstaklingi á hækjum eða á, þú veist, í hjólastóli eða, þú veist, sem er, eða þú veist, ef að það er eitthvað sem að maður sér, Sem þú þetta veist, aðstöðuna. já, frekar heldur en aðrir að hleypa þeim fram fyrir, sko, eða þú veist þannig, en Ég hef aldrei lendið að lenda í byrju og falla Nei. klósettið. það er nefnilega málið, nei ekki heldur. sem er kannski ágæti, þurfa ekki, Ég fekk reyndar nokkra auggotur. Ég var á tónleikum núna síðasta sumar og fekk einmitt svona skot þar sem að ég hef bara svona bókstaflega hljóp og mjög fein að stæðið mitt var hliðin á klóstinu og það var einmitt fallaða klóst og það var biðröð en það var enginn að fallaða klóstinu og ég bara raukin á það og þegar Það ég er kom náttúrulega fram líka bara að þá að þessi biðröð á klósettinu og það er ónóta klósett þarna við hliðina, akkur ekki að nýta það til þess að stytta biðröðina? og það var hort á mig en ég var mjög þakklátt að það var ekki biðröð á fallaða klóstinu þegar ég náði. Akkurat, en hérna, jú, en þú ert hvað, í 10. bekk þegar þú greinist Já, og eins og þú segir, þú varst mjög veik þegar þú greinist. rosalega veik. Hvað tekur við eftir greininguna? Bara, Lyfjakóttel. já, Það voru sterar og alls konar töflur sem að ég átti að taka inn. Það var alveg í nokkur ár sem að var bara, ég var að taka upp undir 20 töflur á dag. Máltíð.
Þetta var máltíma, það var sattur á lyfjónum. Mm. Svo það í kringum 2010 sem að ég sett á líftæknilyf. Já, Og það í rauninni algjörlega breytir mínu lífi og bjargar mér. já, Því ég með annan sjúkdóm líka sem að veldur kýlum í nárum, undir handakrikum og undir brjóstum sem Já. heitir hydradenitis suppurativa. mhm, Er líka sjálfsáðanami sjúkdómur. Þessi líftæknilyf virkar með að báða sjúkdómana. já, frábært. Ok, Tveir í einu. Tveir í einu. Þannig að ég skánaði af krónsinu Mhm, og kýlasjúkdómurinn varð bara miklu betri. það er bara geggjað. frábært kostur. Já, Þannig að ég var á lyfjum sem ég fekk í æð á 4 vikna fresti. Mhm, Þetta var í alveg til svona 2019. Þá skiptir Landspítalinn lyfjaframleiðanda. Það ódýrara samheitalyf komið og ég fekk ofnæmi fyrir því. mhm, Þannig að þá fór ég í að sprauta mig sjálf með húmýra á 2 vikna fresti. já, Og gera það enn í dag. hefur það söm áhrif á krónsið og Já, kýladótið? já. Það er einu aukaverkan sem ég finn mikið fyrir. Það er að ónæmiskerfið verra, ég gjarnari að fá sýkingar. já. Það er að hafa lærið þröskuld fyrir þannig veikindum. Já, telst þetta þá sem ónæmisbælandi lyf eða er það bara aukaverkun? Þetta er ónæmisbælandi. Já, en þurftirðu með mataræðið, þegar þú greinist fyrst, var það bara, Þá var þurfti það ég, tengt alveg strax inn í mataræðið, eða þú veist að þú þurftir að það breyta? tók alveg tíma átt að sjá því hvað það væri í matræðinu sem Já, að en þurfti var það eitthvað sem að þú þurftir sjálf átt að þig á eða var þér bent á þegar þú fyrst greininguna að, ég þurfti sjálf átt að maður. já, Lækna vísindin á þeim tíma voru bara matræði hefur engin áhrif á þetta. já, Ristillinn, maturinn fer ekki þar í gegn. Nei, það er bara kúkurinn. En sko, ég var alveg fljóta átt að með á því hvað það var sem fór virkilega illa í mig. já, Með svínakjöti, það tók aðeins lengri tíma. mhm, En ég býð það vel illa að þetta er ekki einhver sjúkdómur hjá okkur. Að ég hafði alveg nokkra eldri sem að gátu Já. bent mér á, hei, þetta er ekkert rúslega snuðt. já, en það var þú líka, Hvernig gekk 15 ára einstaklingum að hlusta á eldri meðlimi? Gaman. Ég fór eitthvað sem sjálfur með þessum 15 ára jólum, ekki sjálf. Það var rúslega erfitt að hlusta. En þetta var svona þegar að langa maður kom og fór að segja mann eitthvað, það var bara svona, Ok, Já, ok, kannski. maður skal hlusta á þessu konu. já, en þú veist að, en þú varst þá með allan skilningin innan fjölskyldunar þegar það þurfti að breyta, Já, þannig að, en það flýtti samt ekkert þá endilega fyrir greiningu og vitum Nei. þegar það væri fjölskyldumeðlimir, maður hefði haldið það sko, maður hefði haldið það. Þannig að Kári var ekki byrjaður þarna. Nei, það var ekki byrjaður. nei, En það var náttúrulega bara að því að þessi sjúkdómur var bara gamla manna sjúkdómur, þá já, bara datt þetta engum í hug. nei, Og við vorum að fara á heilsugæsluna já, með, þú veist, blæðandi ristur og þeir bara, við finnum ekki að það er. Það er ekki finnum við lendum á meldingalækni á heilsugæslunni sem bara, hei, það gæti verið að þetta sé þetta. já, en það er náttúrulega þá einstaklingur sem hefur fengið fræðslu, mentun þetta sko, vita því, þá Já. kannski að sé það, Nákvæmlega, sýnileikin, algjörlega. þannig að, Þú hefur þá væntalega lent alveg hressilega í gaslýsingu frá læknum. Já. Ég átti að vera með hvítblaði líka. Við lætum að einum lækni sem las upp svo miklar lýsingar eða latínsk orði yfir hvað eitt að væri mögulega hægt að vera að mér að maður stundu satt bara, já, alltaf læg. já, og væntalega engan skýringar á þessu latnesku orðum hvað það þýðir Nei, nei, fyrir almenning. Nei. Eins og ég segi sem betur var ekki til Google. Já, Já. það ekki. Það hefur ekki áhrif á andlegu hliðina að geta googlað sko. Nei, það hefði ekki hjálpað. Hvernig myndið þú segja að þessar hafi haft áhrif á, þú veist, hvernig var að vera úlingur að reyna að finna Kona Kærasta. og
og ýmislegt Nafnleiknir þannig. líka. Já. og Þetta svona- var bara rosalega erfitt. Já. Ef ég á að vera 100% reynskilin. Er það ekki? Ég sko sá fyrir mér þegar ég greinist með þetta að ég myndi bara enda með stóma eftir 2 ár og eftir 3 ár væri ég bara dáin. Já. Já, Því að frænka mér var nýkomin með stóma á þessum tíma. Já. Það hjálpaði heldur ekki. Nei. Þannig að já, ég sá bara fyrir mér að ég væri bara leiðin í gröfina. Já. En ég gekk til góðsálfræðings og læknirinn minn er náttúrulega bara algjör perla og var bara mikið meira heldur en bara læknir. Já. já, Bara stuðningur þá vantarlega. Algjör. Og jú, geðið það fór í rugl á þessum tíma. Og það var alveg til svona 24 ára sem að ég var svona að ná að fóta mig bara svona í raunveruleikanum. Já. Og já, með aðstoð góðra einstaklinga þá hafðist það. Barneignir, þær gengur brusulega þar sem að það er mjög þekkt að þú sért með léttbura Já. með þennan sjúkdóm. Þannig að fyrsta barn, hún var frekar lítil og nett og var rétt undir 3 kílóunum, Oh my god. 11 mörgur Sýnisson. og sýnisáðan. Næstu 2 voru ennþá meira sýnisáðan. Já, ég man eftir því. Já. Það er fættist eftir 25 vikna meðgöngu en það tengist Krónsun ekki neitt. Nei. Nei. Það voru týpurar. Já, það voru týpurar. Næsta meðganga, hann var líka frekar lítill. Svona miða við lítill, hann var 13 mörgur. Já. Það er svona í minni kantinum. Er það ekki svona, komur það minni kantinum kannski með við strák eða eitthvað? Jú. svoleiðis? Já. Jú. En samt svona eðlilegt. Minna hann hafi verið 3500. Já. Jú, það er aðeins undir, sko. Þú veist, þannig að ég man elsti minn, hann Þægi- var eiginlega akkurat í, þú veist, þægileg. meðaltalinu, sko. Þyngd að eignast. Ekkert of stort. Mér fannst þetta samt rosalega stort. Það er fyrir þig, já, ég trúi því alveg. Ég trúi því alveg. Núna man ég ekki, voru týpurarnir teknir með keisara eða Nei, ég fæddu fæddi þær? Já. Já. Þannig að það bjargaði líklega þeirra lífi að fara rétta leið út. En ekkert svona bólað á þessum einkennum hjá krökkunum? Eða eru þið alltaf með þetta bak við hugan? Eða eru þið bara, Þetta er alltaf baka hugan. já. Það er elsta mín, hún hefur verið með meldingavesen Mm og þetta er alltaf það fyrsta sem ég spyr. Já. Lækna, er möguleiki að hún sé komið með þetta? Já. En eins og staðan er núna þá Nei. er hún ekki Nei. með Krónsinn. Nei. Hanna. En þröskuldurinn er frekar lár Já. við En þessa það er þá sjúkdóma. ágætt og það voru gripið inn í fyrr. Já. Ef að þetta kemur upp. Eða þú veist svona þannig. Þannig að, Ég meina, þegar maður þekkir eitthvað svona í kringu sig, það var einmitt, miðjan fór í gegnum eitthvað geipilegt hárlós sem að tengi svo sjálfsánaminu sem hún er með í dag. En hérna, hún fór í gegnum rosalegt hárlós og ég bara, fyrst sem ég dætti hug var alopecia. Ég bara, ekki endilega óguð því að ég veit þetta er ekki heimsendir að vera hárlaus en að vera 10 ára hárlaus stelpa. Það er kannski heimsend. en það er samt, já, en það var ekki barnið sem að valdi að vera, Nei, Krónulokuð. það var yngsta barnið. Já. Hún vildi vera eins og afi sinn og frænka sín. Vildi taka allt hárið af. Og fekk. við rökuðum hana kortir í jól. Oh boy. Ömmuna voru, já, Þurftu Þær að anda voru- nokkur sinnum áður en að þeir. já, ég þurfti að ræða við ömmunar, ég alveg ekki orð við hana þegar við tala við mig. Já. Já, akkurat. Hún var allsælum jólið með bara glimmerspöng og glimmerkjól. Sköllótt, þurfti ekki að hugsa hárið. Gækja. Já, En hún var ekki alveg sköllótt, hún var með svona sentimeter. já, svona bara pínu, Svona böskort. eitthvað. Gækja. Hún var ógeðslega sæti. Anna. En, ok, núna þú veist, eins og oftast í svona umræðum svona skerðingar og vesinn og eitthvað þannig, þá er svo auðvelt að einblína á neikvæðu hliðina. Er eitthvað
tengt þessari greiningu eða svona þínu lífi sem að þú myndir segja að væri, jákvætt, sem sagt svona, hver er uppbólsparturinn þinn tengdur? Það er ekkert endilega tengt krónsbeint, heldur bara svona óvæntar afleiðingar eða... Mér fannst alltaf rosalega gaman þegar ég vissi að pabbi þinn væri með þetta. Þegar ég fattaði það, ég var með sama og pabbi þinn, það var svona geggjað. Við ekki Palli var einn í heiminum. Já. Það var einmitt með vinkonum mína, þegar hún hringdi í mig, henni fannst hún var einn í heiminum. Já. Og loksins þegar við vorum búin að vera vinkonur í 20 ára eða eitthvað. Og hún oft komið heim til mín og spjallaði með pappa og eitthvað og svo var hún að hringja í mig og segja mig frá þess að því ég var að koma í heimsókn til hún býr út á landi. Bara vara mig við. Já. Og ég alveg, já, bara svona eins og pabbi. Og hún bara, af hverju datt mér ekki pabbiðin í hug? Ég er búin að vera 6 mánuði svona. Líði eins og ég var eina þegar hún bjóði í litlu bæjarfélagi. Og henni bara vita það var eitthvað annar. Það er rosalega gott að vita að sé eitthvað annar. Ég mitt varðandi kílósjúkdóminn, þá stofnaði ég samtök. Já. Sem heitir HS-samtökin. En þau eru lítið virkidag. Við erum með Facebook-hóp fyrir þá sem eru með hennar sjúkdóm. Ok, hvað heitir hann? HS-samtökin. Ok. Við þekkjum eina, ég veit ekki hvort hann er í þessu hóp, en hún er með þetta kílódæmi. Já. En þetta held ég búin að vera í góðu jafnvægi núna í dágóðan tíma. Já. En sko þegar við stofnum þessi samtök, það er í kringum 2010, þá voru við rosalega mikið að lendi því að maður fór til læknis og það vissi enginn hvað maður var að tala. Já. Þannig að við bjögum til bækling og sendum á allar heilsugæslur. Var þetta ekki bara bólur eða eitthvað, þú veist? Einhvern hár, þú ert bara hægt að raka þig og eitthvað svona. Já, allt þetta. Fóruð bara að þvoðu þig líka. Já. En í dag þá fer maður til læknis og maður er bara, já, ég er með hydrogenít superativa. Já, ég veit hvað það er. Ok, cool. Þetta nafnleit er eins og svona tungutvist, eða þess svona. Já. Þessu rómversku reyndar. Ég ætla ekki einu svona að reyna, sko. Fínt, þetta heitir HS-samtökin, ég man það. Já. Minn flotti heili, hann getur mögulega að munna það. Já. Já, ekki. En í gegnum það, sko, það er svona eitt af því sem ég er stolt af. Að maður getur farið núna til læknis og þeir vita hvað er að. Já. Ég sjálf greindi mig, við töluðum illa Google hérna áðan. Já, já. Ég greindi mig sjálf með þennan sjúkdóm og endaði með að fara með fullt af rannsóknar greinum sem ég prentaði bara út, skellt á borðið hjá læknum bara. Þetta er það sem er að mér. Já. Já, og þú veist, og þó sem maður segir alveg bara ekki googla, en það er samt alveg eins og er mikið núna á samfélagsmiðlunum eitthvað þannig, alveg bara af hverju finnst þið mikilvægt að fá, þú veist, þessa greiningu eitthvað þannig, það var eitthvað sem sagði alveg bara að það er fínt að vita að þú sért venjulegur sebrahestur heldur en skrítin hestur. Já. Þú veist, að þú veist, samfélagið er svo mikilvægt, þú veist, að finna einhvern sem að, þú veist, er að upplifa það sama eða eitthvað þannig, bara þó svo að sé, þó sem maður sé ekki endilega að ræða hlutina endilega við eitthvað bara vita það að maður sé ekki í heiminum. Algjörlega. Skiptir svo miklu máli, skiptir ekki máli hvað það er. Sko, það samfélag, eins og allir bara tala alltaf, þú veist, að vera hluti á samfélagi hefur bara mjög mikil áhrif. Það gerir það, sko. Það gerir það. Ég legg líka mikið upp á því bara í mínum daglega lífi að þegar ég heyra að fólki sem hefur gengið gegnum eitthvað svipa og ég, þá yfirleitt hef ég samband við fólk bara, hei, ég er hérna, ég gekk gegnum þetta og þetta og þetta, þetta endaði svona. Já. Ég man þegar ég var inn á vökudeild með tvíburana, það sem bjargaði lífi mínu var að, sko, það kom kona hana með tvíbura sem voru þá eins og hálsás, bara það að fá sjá tvíbura sem fættu svona snemma, en löpuðum og voru heilbrigðar. Já, já. Það var bara svona, vá, það er eiga eftir að geta orðið svona. Já. Er eitthvað meira sem þú myndi vilja að
almenningur myndi vita. Og það alltaf að tala kúkapiss. Já. Já. Það ok, saga kúkapiss úr skátunum. Ok, 2 sögur. Já. að það eru 2 æðislegar konur sem eru með yngstu hópan hjá okkur. Raka 1 og Raka 2. Og ég man eftir 1 drekamótið sem er yngsti hópurinn af skátun, eru drekaskátar. Og var 1 mótið að þá voru þær þannig, þú veist, og að mjög algengt á skátumótum, sérstaklega fyrsta skátumótunum, að krakkarnir þora ekki að kúka. Þeim finnst alltaf lagi pissa en það þora ekki að kúka. Og þau voru sem sagt í svona tjaldbúð með öðru skátafélagi og það skátafélag bara ákvað að bara gera þetta að engu vesinni. Þannig að þegar krakkarnir komu inn í morgunmat, þú veist, inn í matatjald til þess að fá morgunmat, þá var spurt, ertu búin að kúka? Ertu búin að kúka? Ertu búin að kúka? Og þau sem voru búin að kúka, þau fengu high five. En þau sem voru ekki búin að kúka, þá var bara, þú verður að kúka. Þá máttu fá high five. Og ég man hvað, það er aðalega Raka 1 var bara hálf hneyksluð á því að þetta hafi verið bara svona opinbert og í umræðinu. Og ég alveg bara, þú veist, ég held að hún sé búin að venjast þessu núna, sko, eða þú veist þannig en sjokkið að byrja svona. Ég tók þetta svona einu skátamótinu. Labba á alla. Ertu múin að kúka? Já. Og margir krakkarnir voru bara oh my god. En það náttúrulega leið og maður hættir að hafa þetta svona tabú eða eitthvað þannig. Þú veist, það verður auðveldar. Og það verður líka auðveldar fyrir krakkarna að koma og segja bara, heyrðu, ég er ekki að ná að kúka. Já. Sérstaklega á löngum mótum. Já. Það var skelfilegt að vera stimplaður á Það hryllingur. móti og geta ekki. Eða hvað þá ef það kemur upp niðurgangur og ef það fer í brækurnar eða eitthvað þannig. Að þú veist, geta komið og sagt frá og bara heyrðu, mér vantar aðstoð. Já. Þetta er svo mikilvægt. Þetta er eitt af fyrstu spurningunum sem að okkur var kennt í þegar ég byrjaði í björgunarsveitinni. Það er bara að við tókum æfingu. Já. Þegar ég byrjaði í Kópavogssveitinni og ég var hann að 22 ára eða eitthvað og svo varu 17 ára eða 17 ára skátar og svo var einn annað kringum fertugt með okkur. Og við vorum bara sett í æfingu, bara að spyrja hvort annað, við vorum sett saman á 9 daga námskeið, bara dagur 1, ég heiti Bryndís, veist, og við erum inn á 9 daga. Og fyrsta æfingi var bara að spyrja, ertu búin að kúka í dag? Hvernig gengur að kúka? Og maður alveg svona, fyrst maður alveg bara, Það þarf að venjast þessu, sko. En núna í dag, þetta er bara svona klassísk spurning ef að einhverjum líður illa, þú veist, ég var umsjónarmaður í unglingadeildinni hjá björgunarsveitinni Suðurnes og það var bara einhverjum leið eitthvað illa, ég ertu búin að kúka í dag. Og þá kannski bara venjuleg 50 dagur hérna í bænum, sko. Og líka helgar og þegar við fórum í ferðir og allt þetta. Og en ég ætla ekki að lýsa ykkur hvað mér persónulega fannst erfitt þegar ég var ekkert við vorum í einhverju gönguferð, þannig þegar ég var að byrja í björgunarsveitinni og við vorum í 3 daga gönguferð og ég þurfti að fara að gera númer 2 í náttúrinni. Grafa hólu og ég sverða, ég þurfti að taka eitthvað, ég þekkti hún ekki mikið til jóga þá en ég kemur grein fyrir að ég tók eitthvað netta jógaæfingu þarna, sko. Ég seti svona svo mikið fyrir mér, sko, að vandræðilegur úlingur og bara, ég þarf að, þú veist, en ég veit alveg, ég þarf að, þú veist, ég get ekki beðið. Og líka segja félagunum, ég þarf auka mínútur. Já. En svo var það líka, það er eitt sem mann tengt þessu, það var að ég fekk að ég var búin að vera út allan daginn í bíl, ég var í Hálendisgæslunni, ég var að 30 eða eitthvað. Og við vorum í ekki Þórsmörk, við vorum Landmannalaugum og það gerði ógeðs veður. Við þurftum að hrúa, ég man ekki hvað mörgum, 100 túristum inn á klósetti í Landmannalaugum. Það er þokkalega stórt, sko. En þetta var þéttsetið. Og svo þurfti ég á klósettið eftir að hafa verið búin að aðstoða allan daginn og ég var bara ekki búin að, þetta var bara búin að vera inn einhverstað aftast í þau. Svo bara núna var ég alveg, ok, núna kemstu. Fóru á klósettið og maður heyrði, þú veist, fólk var að elda að henni, sko. Það var svo ógísli rigning og þetta veður var bara, þetta var á okkur öðru leveli. En ég fer hann inn á einhvern bás
og umkvímt fatnaði frá okkur öðrum sem var rennandi blautur og ég vissi það að ég þyrfti að gera númer 2. Ég setti bara heyrnartól á mér, hækkaði tónlistrým. Já, ef þú heyrir ekki, þá heyrir enginn annar. En já, þannig þurfti ég bara aftur smá jókaæfing eða áverður tónlist. En þetta ég hef tekið þetta með, með stelpuna mínar alveg bara þeim finnst það heilast í heimi, ég spyr hvort búin kúka og hvernig var kúkurinn. Akkurat, já. Börnunum mínu finnst ekki eðlilegra heldur en að sitja kvöldverðið að borðið og tala um kúk. Já, það kúkaferðir. Svo Svo koma vinkurinn heimsókn þær bara, það eitthvað, illt í maður, ertu búin að, þá kemur þessi 9 ára, hún mjög hreinskil, ertu búin að kúka? Ertu búin að kúka? Í dag? Nei. Fara á klóstu, pröfa að kúka. Nákvæmlega. Við erum svona brautriðjandi fyrir næstu kynslóðir. Við erum myndið að endurnýja baðherbergið uppi, þannig að ég þarf alltaf að hlaupa á baðherbergið niðri núna til að fara á klósett. Ekkert rosalega snuðt. Þannig að það er bara eitt klósett, þannig að það er gott að sjúkdómurinn mun sé í pásu. Já, það er eins gott að hann byrja býði í pásu þar til þetta er búið. Já, því annars bara þarf ég að setja upp ferðaklósett. Portapotti. Nei, greifur og hólu í bakgarðinum. Já. Sitt svona kamar. Já. Skátafjölskyldan. Nágrannar alveg, þannig eru skátandir. Nákvæmlega. Mér langaði líka að segja ykkur frá því að CSU-samtökin sem eru sem sagt samtök fyrir einstaklinga með Crohn's og colitis últikósa heiti það. Þetta er mjög svipaðir sjúkdómar. Nema Crohn's eða fyrir í alla meltingaveginn. Hitt er meira staðbundið á bara einum staði í ristlinum. Þeir gáfu út eða þýddu, það eru til svona myndasögur sem heita Medikits sem að er í rauninni myndasaga veikindi. Ég veit að það er til fyrir hjartasjúkdóma og einhverja alls konar sjúkdóma. Það gerðu svona bók fyrir Crohn's. Það er þess að strákur sem að veikist og getur ekki farið með vinnu sínum út að leika og hitt og þetta. Þetta í rauninni bjargaði mér á mínu heimili. Að ég gæti látið börnin mínu lesa þetta og nú skilja þau ef að ég kem hlaupandi á hurðina bara upp með buxur, ég þarf á klósti núna. Já, en það var svona bækur var fyrsta hugmyndin að okkar verkefni fyrir þetta BIA-verkefni þannig að búa til svona, áttu að vera bara svona harðspildabækur þar sem maður sýnir rútinu og einsetning, mynd og einsetning og það var planið en leiðbeinandinn okkar var taldi það staðan svo stórt. Þetta er of stórt fyrir 10 það var meira mastersverkefni. Þannig að við geymum þetta aðeins. Þá getur þú kíkt á bókina sem ég á til að fá hugmyndir. Já, akkurat. Getur það svona bara að fara í það ef þessar bækur eru á ensku eða eitthvað bara að þýða þér. Það þarf ekki annað en að gera það. Ég held að það sé líka er það Mia Magic sem er með blóðpröfur og eitthvað svo leis. Bara þetta er bara svona, bækur fyrir þessi. En þú veist eins og þetta er bara kemur svipað á andra sandablöðin. Já. Þetta er bara saga í myndaformi. Já. Það er bara útskýrir líka hvað er að gerast inn í líkamanum og inn í reslunum. Já. Alveg sniðt. Kíkja það. Hvað sagði þetta heiti? Medikits. Medikits. Skal senda það bara mynda þessu. Börnin mín eru búin að lesa þessa bók bara aftur og baka áfram. Ég held að sé. Er það kids eða kit? Kids. Og seta. Kids. Svona, búin að skrifa þetta. Það getur við skoða þetta. En jú, það er, og það er líka mikilvægt bara fyrir, börn líka sem eru með eitthvað að geta séð sig í bókum eða í þáttum eða teiknumyndunum eða hvað sem það er. Bara, við höfum að upplifa sig hluti á samfélaginu. En ég held að við séum komið tíma. Já, við erum alveg með nóg af efni. Við
Við ætlum að reyna, við erum í 1 klukkutíma og 5 mínútum, en við ætlum að reyna að klippa þetta niður í 40. Já, svona. Ok, þannig að við erum með pínu aðdrá, ef við erum ekki með að skrifa henni aðdrá. Ok, en já, ég held að séum bara komið að lokum hjá okkur í dag. Takk hérlega fyrir að koma og hitta okkur, Katrín. Já, takk fyrir að bjóða mér. Jú, það var mjög fróðlegt. Já. Herri, bara takk fyrir okkur. Takk í dag. Sjáumst næst.